Viktor leitar hérna inn á völlin, skiptir yfir á Aron. Góðsending. Aron. Nær fyrirgjöfinni. Og þetta sláa skot og síðan það Viktor sem skallar. Þetta var virkilega klaufalegt. En sendingin kannski vel staðsett fyrirgjöfin hjá Aroni. Já, við erum Vissi enginn hvað átt að gera við þetta? Nei, upplagi held ég alveg örugglega. Allavega kemur hann frá Njarðvík til Breiðablik áður en hann kemur svo í Víking á láni. Gonzalo kominn inn á tegin hérna. Þetta hættulegt og það Indriði Áki Þorláksson sem jafnar metin fyrir Ólsarana. Þarna komst Gonzalo á auðan sjó. Gísli nálgast tegin. Það hefði hann geta farið niður sennilega. En hann fikk Sindri fer af allt og miklum krafti í Gonzalo þarna og fær rauðaspjaldið. Já, þetta bara ekki boðið í æfingarleikjum hjá Ívari. Ég held að þetta sé alveg rétt. En Sindri farin af velli, nokkuð ljóst og það lokið leik. Hann ákveðstæðmættur. Og þarna annað, þetta ekkert síður Gonzalo að hefna sín hérna. Þetta ekki gaman að sjá í vináttuleik hérna og æfingarleik. Þetta bara algjörlega forkastanleg framkoma beggja aðila, segi ég. Já, þetta ekki... Og Ívar flautar leikinn af eða hvað? Já, verður ekki bara stoppið það? Hann flautar leikinn af hér. Hér stöðvaður af Ívar og dómara. Gísli Laxdal sýnist mér liggja í vellinum. Varamannabekkirnir komnir inn á, varamenn að hita upp komnir inn á. Árni lyftur þessu út til hægri á Gísla. Frábær snerting. Nálgast tegin hérna, komin inn fyrir Ólaf og hann fer niður. Það vítaspyrna, hlýtur að vera. Já, frábær sprettur hjá Gísla. Glæsilega gert. Var það Emil sem að brauta á honum hérna. Ég held að Emil geti ekkert kvartað yfir þessu. Tryggver að... Hann skorar af miklu öryggi. Sjálfsögðu. Lýsandi fagn fyrir stemminguna í leiknum. Já, alveg klálega.